Með eftirvæntingu á hverju gamlárskvöldi hefst klukkan 22:40. Síðasti sjónvarpsþáttur ársins verður kveðja frá Ríkisútvarpinu sem Markús Örn Antonsson útvarpsstjóri flytur. Skömmu eftir miðnætti hefst svo áramótafagnaður í veitingahúsinu Broadway og verður fylgst með honum í beinni útsendingu fram eftir nóttu. Glenn Miller hljómsveitin leikur fyrir dansi og með þessari skemmtan má einnig fylgjast í útvarpinu á Rás 2. En nú taka fréttamenn sjónvarpsins við og stikla á stóru með áhorfendum ýmsa viðburði á árinu, bæði heima og heiman. Komið þið særa blessun. Frá því að við hér á Fréttastofu Sjónvarps sátum með ykkur fyrir ári síðan við upprifjun frétta hafa miklir og stórir og jafnvel litlir viðburðir bæst inn á spjöld sögunar. Okkur var því mikill vandi á höndum að gera þessu öllu skil á góðum klukkutíma og óhjákvæmilega var margt sem fór í klippikörfuna. En við vonum að þið hafið ánægju og fróðleik af því sem hér fer á eftir og það er Hallur Hallsson sem ýtir úr vör. Og við byrjum á lítilli frétt. Reykvíkingum þótti það undarleg sjón að ekki sé dýpra í árinni tekið þegar þeir í janúar síðaslinum sáu Japana nostra við lítið tjald uppi á Arnarhóli. Jú, svo ómynlegt þótti þetta að laganna verði sáu ástæðu til að kanna málið nánar. Í ljós kom að ungur japanskur námsmaður, Takashi Kondo, hafði tjaldað á hólnum og sofið þar í 3 nætur og úti var í nístingskvöldi. Hann viðurkenndi að vísu að sé væri kalt en hefði orðið að láta sig hafa það. Hafskipsmálið hefur verið í kastljósi fjölmiðla allt árið. Það hefur að sönnu hrykt í stoðum íslensks samfélags vegna þessa mesta gjaldþrotamáls í sögu íslenska lýðveldisins. Eins og menn sjálfsagt rekur minni til var hafskip lýst gjaldþrota í lok ársins 1985. Í upphafi þessa árs keypti svo Eimskipafélag Íslands eignir hafskips á 315 milljónir króna. Mikið var rætt hafskipsmálið allt árið, ágætur maður nefndi þetta fjölmiðlafár og alþingisveislu. Alþingi skipaði sérstaka rannsóknarnefnd eftir miklar umræður þar á bæ og skiptaráðendur hófu rannsókn á gjaldþrotinu. En í maí dró heldur en ekki til tíðinda. Þá voru 6 forsvarsmenn hafskips úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Rannsóknarlögregla ríkisins rannsakaði málið af fyrirskipun ríkissaksóknara sem byggði á skýrslu skiptaráðenda. Rannsóknin beindist að meintum fölsunum, hvort mennirnir hefðu notað fé fyrirtækisins í eigin þágu og hvort einhverjir starfsmenn útvegsbankans hefðu gerst sekir vanrækslu. Málið tók á sig undarlegustu myndir. Einn minn ágætasti vinur, Albert Guðmundsson, hann kom til mín þetta leyti. Það var svona nokkur tvísýna mína heilsu og óskaði eftir því að hann mætti aðstoða mig og útvegaði mér nokkurt fé sem að ég var tregur til að þiggja. En hann óskaði eftir út á okkar vinskap að ég myndi taka móti til að ná heilsu. Og í kjölfarið urðu snögg og snörp orðaskipti milli félagana Albers og Guðmundar Jóð. Kröfur í þrotabú hafskips nema tæpum 2,4 milljörðum króna, 2400 milljónum og alls bárust meira en 900 kröfur í búið. Í nóvember kom svo skýrsla rannsóknarnefndarinnar viðskipti útvegsbankans og hafskips. Þar voru stjórnmálamenn gagnrýndir, rætur vandans, lægju sölum alþingis, eðlilegt hefði verið að bankastjórar útvegsbankans hefðu látni víkja. Skýrslan var óvinnu opinská og mæltist misjafnlega fyrir meðal þeirra sem gagnrýni sættu. En mál 6 menningana er nú í höndum ríkissaksóknara og hans er ákveða hvort þeir sæti ákæru við ekki í þessu umdeildasta máli áratugarins held ég megi fullyrða. Undir lok janúarmánaðar varð mannskæðasta slys sem orðið hefur á sviði geimvísinda. Það var þegar bandaríska geimferjan Challenger splundraðist rúmri mínútu eftir að henni hafði verið skotið á loft frá Canaveralhöfða á Flórída. 7 manns sem með henni voru létu lífið. Geimskotinu hafði tvívegis verið frestað vegna veðurs en kalt var á Flórída þessa daga. Sérfræðingar höfðu varað við því þar sem þeir óttuðust að tilteknir hlutar ferjunar kynnu að gefa sig, sem og reyndist. Síðar kom í ljós að smíðagalli hafði verið í annarri burðarflaug ferjunar. Með Challenger voru að þessu sinni 2 konur,
Önnur þeirra var kennari, Krista McAuliffe að nafni og hafði hún verið valin til ferðarinnar úr hópi 11.000 umsækjenda. Börn og unglingar gervöll Bandaríkin biðu eftir að heyra frá henni utan úr geimnum og fylgdust því með þessu hörmulega slysi í beinni útsendingu sjónvarpsstöðva. Skákmenn okkar stóðu sig vel á árinu. 2 þeirra kræktu sér í stórmeistaratitla og við sigruðum á 5 alþjóðlegum skákmótum. Og í nóvember unnu strákarnir okkar það glæsilega afrek að hafna í 5. sæti á Ólympíuskákmótinu í Dubai. Það er besti árangur sem við höfum náð og áræðanlega verður erfitt að betrumbæta hann þó aldrei, eigi að segja aldrei að sjálfsögðu. Leiklistinn fór af stað með smá brambolti í janúar þegar hitt leikhúsið hugðist láta leikara í rauðhólaransi glíma á íslenska fánanum en yfirvöld leyfðu ekki svo óvirðulega meðferð á þjóðartákninu. Tveir vistmenn á Kópavogshæli létust af völdum reykeitrunnar eftir að eldur kom upp í einni álmu hælisins að morgni 13. janúar. 13 aðrir vistmenn voru fluttir í slysadeild en meiðsl þeirra reyndust ekki alvarleg. Það var vegfarandi sem fyrstu var eldsins var og gerði lögreglu viðvart. Í ljós kom að ekkert viðvörunarkerfi var á Kópavogshæli og vakti þetta upp miklar umræður meðal manna og hneykslan og kom í ljós að brunavörnum var víðar áfátt. Kívanismenn gáfu síðan brunavarnarkerfi til Kópavogshælis. Snemma á árinu beindust augu manna að Filippseyjum. Þar hafði árabil ríkt sem einvaldur Ferdinand Marcos og kona hans Imelda. Marcos forseti og fámenn klíka í kringum hann hafði smám saman sölsað undir sig efnahagslíf og auð landsins. Vinstri sinnaði skeruliðar höfðu lengi barist gegn stjórn Marcosar í fjallahéruðum eyjanna, en síðustu misseri varð æ öflugari andstaðan gegn honum meðal borgarastjættar landsins. Hjólinn tók að snúast Marcosi mjög í óhag þegar einn helsti andstæðingur hans, Benigno Aquino, var myrtur á flugvellinum í Manila við heimkomuna frá Bandaríkjunum í óþökk forsetans. Stjórnarandstaðan sameinaðist ekkju hans, Corazon Aquino, sem varð helsti andstæðingur Marcosar í forsetakosningunum sem hann boðaði í febrúar. Í kosningunum sigraði Marcos en talið var fullvíst að svik hefðu verið í tafli. Bandaríkjastjórn sem lengi hafði stutt Marcos dyggilega sneri smám saman við blaðinu og skipaði sér að baki Corazon Aquino. Við erum stödd í því hverfi Manila borgar sem sjaldan sést í fréttum. Þetta er fátækra hverfi sem kallast Smoky Mountain og dregur nafn af öskuhaugunum hérna bak við mig og hverfið er reyndar byggt utan í þessa öskuhauga og íbúanir hafa lifibrauð sitt af þeim. Nú, hér er að sjálfsögðu engin heilbrigðisþjónusta og ekkert heilsugæslukerfi og hvað þá hreinlætis aðstaða. Fátæktin er einfaldlega botnlaus. Þegar 2 helstu stuðningsmenn Marcosar, þeir Enrique varnarmálaráðherra og Fidel Ramos, yfirmaður hersins, snéru við honum baki, voru örlög forsetans ráðin. Með aðstoð Bandaríkjamanna flúði hann land og hefur síðan dvalist á Hawaii að mestu rúin þeim milljörðum króna sem honum hafði tekist að sölsa undir sig og koma til útlanda. Corazon Aquino varð forseti Filippseyja. Fall Marcosar varð án mikilla blóðsúthellinga og hefur Aquino forseti kappkostað að ná friðsamlegri lausn í flokkadráttum á Filippseyjum. Hún bauð skeruliðum fljótlega til viðræðina en fram eftir ári náðist lítill árangur og bardagar við skeruliða héldu áfram. Innan stjórnarinnar urðu miklar deilur undir árslok og var óttast að valdarán yrði framið undir forystu Enriques varnarmálaráðherra sem þótti forsetinn sína skeruliðum linkind. Þessum deilum lauk með brottrekstri Enriques úr stjórninni, samkomulag náðist við skeruliða. 10. desember gekk í gildi vopnahlé milli stjórnar og skeruliða og standa vonir til að það verði upphafið að friði á Filippseyjum. 40 ára handritadeila Íslendinga og Dana var endanlega til lykta leidd á árinu. Það var rétt upp úr áramóti sem samkomulag tókst það hvar þau handrit skyldu varðveitt sem ekki hafði þegar verið samið Og saman daginn og sögulegir kjarasamningar tókust í Reykjavík í febrúar undirrituðu menntamálaráðherrar Íslands og Danmerkur samning í Kaupmannahöfn skiptingu síðustu handritana. Og dermed er 40 års broderstrid slut, og både Ísland og Danmark har vunnet. Þetta er einsdæmi vafalaust í samskiptum þjóða og drengskapur Dana í okkar garði þessu máli er einstæður. Í upphafi ársins óttuðust ýmsir að nýjir kjarasamningar hefðu í för með sér nýja verðbólguholskeflu og þar með yrði efnahagsbatinn frá 1984 fyrir bí, en svo varð ekki raunin. Í febrúar sátu fulltrúar ASÍ og samtaka vinnuveitenda á stífum fundum og leituðu leiða til að ná samningum sem miðuðu að því að halda aftur af verðbólgudraugnum og auka kaupmátt launa.
Vildu samningsaðilar nota góðar ytri aðstæður í efnahagsmálum, meðal annars lækkað olíuverð og hátt verð á sjávarafurðum erlendis til þess að gera tímamóta samninga og það tókst þeim í lok mánaðarins. Áður hafðu samningsaðilar átt fundi með ríkisstjórninni og lagt fyrir hana ákveðnar hugmyndir sem stjórnvöld féllust á í aðalatriðum og höfðu gárungar á orði að nú væru aðilar vinnumarkaðarins farnir að stjórna landinu úr Garðastrætinu. Samið var áfangahækkanir launa og áttu þau að hækka samtals 13,6% á árinu. Gengið var út frá því að kaupmáttur yrði að meðaltali 5% hærri en árið á undan og verðbólgan yrði aðeins 7–8% á árinu. Eftir að samningar höfðu verið undirritaðir lagði ríkisstjórnin fram á Alþingi frumvörp ýmsar lagabreytingar sem voru forsendur samninganna. Þær voru meðal annars fólgnar í lækkun tekjuskatts og útsvars, lækkun vaxta og lækkun tolla af bílum, heimilistækjum og grænmeti, svo og grundvallar breytingum á húsnæðislánakerfinu. Þessar breytingar miðuðu að því að launþegar ættu kost af því að fá alltaf 70% af kostnaðarverði staðalíbúðar að láni til langs tíma á lágum vöxtum beint frá húsnæðisstofnun. Klukkan 6 á morgni 1. mars var síðan undirritaður samningur milli BSRB og fjármálaráðherra laun opinberra starfsmanna og var hann í meginatriðum eins og samningur ASÍ og vinnuveitenda. Þótt samningur Alþýðusambandsins og samtaka vinnuveitenda gilti til áramóta, vildu samningsaðilar hafa vaðið fyrir neðan sig og settust þeir á rökstóla nýjan samning strax í nóvember. Eftir allstranga fundi og vökunætur tókst samkomulag sem öll aðildarsambönd Alþýðusambandsins nema samband byggingamanna og verkamannafélagi Dagsbrún áttu aðild að. Töluðu menn beggja megin samningaborðsins að nú væri brotið blað í kjaramálum hinna lægst launuðu. Samið var að lægstu laun verkafólks hækkuð úr 19.000 krónum í 26.500 og lágmarkslaun iðnaðarmanna í 35.000 krónur. Eftir undirskriftina höfðu oddvitar ASÍ og VFSÍ meðal annars þetta að segja. Ég tel að þessi samningur sé öflugasta aðgerð til þess að hækka lægstu laun sem að nokkuð tíman hefur farið fram í landinu. Við settum okkur það mark að ná fram hækkun launa til þeirra sem að lægst eru í launastígunum án þess að kauphækkanir flæddu yfir allan skalan. Fátt hafði jafn víðtæk áhrif á lífi almennings víða veröld sem mikil verðlækkun olíu snemma árs. Orsökin varð offramboð og mikil ósætti í OPEC-ríkjanna. Olíuverð komst niður í $10 fyrir tunnuna í apríl, raunverðið var þá ekki ósvipað því sem verið hafði fyrir verðhækkanirnar miklu 1973–74. Frændur okkar normenn fóru illa út úr þessari verðlækkun, norski ríkiskassin mátti sjá á bak 20 milliarder norskara króna en fátt svo med öllu vill. Men vi må tro at en så lav oljepris også vil slå ut positivt i andre deler av norsk næringsliv, som jo på mange måter interessert i at oljen ikke for dyr. Olíuverðlækkunin varð eins og vítaminsbrauta fyrir mörg vestræn ríki en það ekki alveg ónýtt að geta minnst þessum áramótin að góðærið var hvergi meira en á gamla góða fróni. Það má segja að í aprílmánuði hafi grundvöllur verið lagður fyrir því sem sumir hafa kallað byltinguna í íslenskri fjölmiðlun. Útvarpsréttarnefnd veitti Íslenska útvarpsfélaginu heimild til að reka nýja útvarpsstöð, þá hina fyrstu eftir að einkaréttur Ríkisútvarpsins var afnuminn með lögum. Það var Bylgjan sem varð fyrst til að rjúfa alræði Ríkisútvarpsins á öldum ljósvakans 27. ágúst og samkvæmt hlustendakönnunum í haust reyndist hún njóta verulegra vinsælda meðal hlustenda á sunnanverðu landinu. Starfsemi nýju sjónvarpsstöðvarinnar, Stöðvar 2, hófst ekki alveg jafn átakalaust og urðu nokkrar tafir á að útsendingar gætu byrjað. Það var 9. október sem stöðin batt enda á 20 ára einræði Ríkissjónvarpsins en tæknileg vandamál töfðu þessa tímamóta útsendingu 20 mínútur. Fréttaútsendingar stöðvarinnar hófust ekki fyrir en 4 dögum síðar. Meiri gróska þó framundan í íslenskri fjölmiðlun því nú fyrir jólin hóf ný útvarpsstöð starfrækslu sína, það var kristilega útvarpsstöðin Alfa. Þá fyrirhugað að í byrjun ársins hefji Íslenska útvarpsfélagið rekstur nýrrar útvarpsrásar á Reykjavíkursvæðinu, svo höfuðborgarbúar þurfa þó ekki að kvíða tilbreytingaleysinu í útvarpsmálum á næstunni. Segja má að flugleiðir hafi lent í kröppum dansi með 2 Fokkervélar sinna á árinu og það sem meira þessi 2 atvik urðu á svo til sama blettinum á Reykjavíkurflugvelli. Þó fór betur en á horfðist. Miðjan mars rann Fokkervél út af flugbrautinni með 45 farþega innanborðs og staðnæmdist ekki fyrr en hún var komin vel út á Suðurgötu. Engin slys urðu en vélin skemmdist mikið. Síðara atviki varð þegar farþegar voru að ganga frá borði annarar Fokkervélar á Reykjavíkurflugvelli í júlí byrjun.
Lítilli einkaflugvél legtist á í flugtaki með þeim afleiðingum að hún rann stjórnlaust á fokkervélina og áttu síðustu farþegarnir sem voru að ganga frá borði fótum fjör að launa. 4 voru í litlu vélinni og sluppu þeir án teljandi meiðsla. Í byrjun júní munaði minnstu að stærsta flugslys sögunar yrði yfir Austurlandi 2 erlendar farþegaþotur höfðu nærri rekist saman í 33.000 feta hæð. Flugstjórar vélanna töldu að 130 metrar hefðu verið á milli vélanna þegar skemmst var. Flugslysanefnd kannaði þetta atvik og komst að þeirri niðurstöðu að megin ástæður atviksins mætti rekja til mannlegra mistaka í flugstjórn. Þótt í þeim atvikum sem hér hafi verið rakin hafi farið betur en áhorfðist, þá krafðist flugið engu að síður mannslífa á árinu. 3 dauðaslys urðu í fluginu, hið fyrsta í lok janúar einkaflugvél fórst í Bláfjöllum og með henni 2 menn. Hinn 5. apríl fórst síðan vél frá flugfélaginu Ernir á Ísafirði í Ljósufjöllum á Snæfellsnesi og með henni 5 en 2 komust lífs af. Miðjan maí stakst einkaflugvél til jarðar í aðflugi við flugvellin á Flúðum. 1 fórst og annar slasaðist alvarlega. Loks að geta þess að í byrjun ársins fórst erlend vél sem verið var að ferja til Frakklands, suðvestur af landinu og með henni 2. En það voru höggvin stór skörð í raðir sjómanna á árinu og hafa ekki jafn margir látið lífið í sjóslysum hér við land síðan 1980. 5 íslensk skip og 1 erlend fórust á árinu og með þeim 14 íslenski sjómenn og 12 útlendir. Í byrjun mars fórst Ás R.E. á Breiðafirði og með honum 1 maður. Síðar í sama mánuði fórust 2 Trillan Sigurður Þórðarsson GK fórst í mynni Skerjafjarðar. Undir lok nóvember hófst mikil sjóslysaalda Arnar I.S. fórst við Selatanga austan Grindavíkur og með honum 2 menn. Þann 18. desember fórst Tjaldur I.S. á Ísafjarðardjúpi og með honum áhöfnin 3 menn. 6 af 11 manna áhöfn á flutningaskipinu Suðurlandi fórust skipið sökk djúpt út á landinu á jólanótt. 5 komust lífs af. Sólarhring síðar strandaði erlent flutningaskip Sínett við eina skrúð í mynni Fáskrúðsfjarðar. 12 manna áhöfn frá Bretlandi og Grænhöfðaeyjum fórst. Og eins og svo oft áður voru það þó umferðarslysin sem kröfðust flestra mannsfórna á árinu sem var að líða. Miðjan desember höfðu 24 látið lífið í umferðarslysum á árinu en það nákvæmlega sama tala og á sama tíma árið 1985. Sá atburður sem flestum án efa minnisstaðastur frá Norðurlöndum á árinu 1986 var morðið á Olof Palme forsætisráðherra Svíþjóðar. Hann var myrtur á götu í Stokkólmi að kvöldi dags hinn 28. febrúar. Morðið vakti óhug og í fjölmiðlum var vart annað fjallað. Dagskrár útfars- og sjónvarpsstöðvar röskuðust og flestar stöðvar voru með sérstakar útsendingar frá Stokkólmi, þar á meðal íslenska sjónvarpið. Olof Palme var að koma gangandi 11-leytið í gærkvöldi ásamt konu sinni Lísbeth úr kvikmyndahúsi neðar við Sveavegen þessa götu hér. Hér á horninu við Tunnelgatan réðst að þeim 1 eða fleiri tilræðismaður og skaut á þau hjón. Lísbeth særðist en ekki lífshættulega en Palme féll við særður 2 kúlum í brjóstið. Umfangsmestu lögreglurannsókn í sögu Svíþjóðar var hrundið af stað en þrátt fyrir nokkrar handtökur virðist fátt benda til þess að lögreglunni muni takast að handtaka morðingjan eða morðingjana. Reiði og harmur ríktu í Svíþjóð en þrátt fyrir það menn staðránir í því að láta morðið ekki breyta þjóðfélaginu á verri veg. Efter mordet på Olof Palme så har medvetenheten om det goda och det fina i det svenska samhället ökat. Och på det sättet så har uppslutningen kring vår demokrati blivit starkare. Í maíbyrjun brast meirihluti ríkisstjórnar Kåre Willochs í Noregi. Við stjórnartaumunum tók Gro Harlem Brundtland, leiðtogi verkamannaflokksins, en fróðir menn segja að í ráðuneyti hennar séu hlutfallslega fleiri konur en í nokkurri annarri ríkisstjórn í heiminum. Straumur flóttamanna hófst að nýju til Norðurlanda eftir nokkur hlé. Að þessu sinni komu flóttamennirnir Berlín og var fjöldinn svo mikill á tímabili að tjaldbúðir voru reistar fyrir flóttamenn í Kaupmannahöfn. Ríkisstjórn Schlüters í Danmörku þótti vinna mikilvægan pólitískan sigur í þjóðaratkvæðagreiðslu breytingar á stjórnskrá Evrópubandalagsins som hart hafði verið deilt í Danmörku. Du nöjd med resultatet av afstemningen i går? Det er jeg bestemt. Vi fik en meget klar afgørelse fra de danske vælgere.
Hinn 9. ágúst var framið óvenju bíræfið bankarán og mannrán í Helsinki í Finnlandi. Ræningin tók upphaflega 11 manns í gíslingu en hélt síðan með 3 þeirra í bifreið frá Helsinki. Í borginni Mikkeli í mið-Finnlandi reyndi lögreglan að bjarga gíslunum með þeim afleiðingum að bíll ræningjans sprakk í loft upp og lét hann lífið ásamt einum gíslinum. Hústökumenn eða besettera nefna sig hópar fólks sem setja stað í auðu húsnæði og neita að fara á brott. Margt þetta fólk atvinnulaust og húsnæðislaust þótt ekki sé það þó einhlítt. Í haust urðu mikil átök milli hústökumanna og lögreglu við Ríasgötu í Kaupmannahöfn og má heita að þar hafi ríkt umsáturs ástand og nú í desember kom aftur til harðvítugra átaka annar staðar í Kaupmannahöfn. Í ágústlok lést Urho Kekkonen fyrrum Finnlandsforseti og einn áhrifamesti stjórnmálamaður á Norðurlöndum áratuga skeið. Það setti heldur betur svip á danskt þjóðlíf Danir í fyrsta skipti tóku þátt í úrslitum heimsmeistarakeppninnar í knattspyrnu. Má segja að vart hafi verið annað hugsað í Danmörku knattspyrnu meðan á keppninni stóð. Og að lokum minnumst við Færeyingsins sem í sumar réri frá Færeyjum til Danmerkur. Sá sem dríði þessa hetjudáð heitir Ove Joensen og það fylgir sögunni að hann hafi róið nær hvíldarlaust í 40 daga og steig hann hvergi á land fyrr en hjá litlu hafmeyjum í Kaupmannahöfn sem hann rak rembingskoss við komuna. Það skiptust á skin og skúrir í íslenskum landbúnaði þetta ár. Landið var gjöfult að vanda, heyskapur gekk vel í sveitum og dilkar komu vel fram gengnir af fjalli. En undir haustið tóku blikur að hrannast upp því við blasti offramleiðsla flestra landbúnaðarafurða. Slátrun á mjólkurkúm hafði þrefaldast á fyrstu 3 mánuðum ársins og í haust voru umframbirgðir nautakjöts í landinu tæp 600 tonn. Sömu sögu var að segja aðra kjötframleiðslu og var farið að tala kjötfjöllin 7. Kindakjötsfjallið gnæfði þó hæst í fjallarhringnum, alls voru framleidd rúmlega 1000 tonn kindakjöts á árinu og voru þó til allnokkrar birgðir frá fyrra ári. Landbúnaðarráðuneytið greip þá til þess ráðs að veita 85 milljónum króna til niðurgreiðslna á kindakjöti en allt kom fyrir ekki. Því undir lok útsölunar voru enn óseld 1400 tonn. Aðgerðir stjórnvalda til að stemma stigu við offramleiðslu landbúnaðarafurða mæltust misjafnlega fyrir meðal bænda. Einkum eftir að fullveldisrétti sauðfjárafurða var í fyrsta sinn úthlutað til einstaklinga á haustdögum. Þá var bændum einnig boðið upp á að selja eða leigja fullveldisrétt sinn en það tilboð var á bændafundum kallað landeiningastefnan og gengu sumir svo langt að segja úthlutun fullveldisréttarins stjórnarskrárbrot. Mörg dýr voru dýrleg á þessu ári. Kvígaein í Holtum tók að sér foland og lamb auk kálfsins sem gengur undir henni. En í Gilsfirði vestur fæddist tvíkynja kálfur með 5 fætur. 5. fóturinn datt af og fór forgörðum því að hundarnir voru búin að ná hann sko. Gáfaðasti fugl landsins, tjaldur, verti á best varða stað landsins inni á milli flugbrautar Reykjavíkurflugvallar. Dýr sóttu helstu viðburði ársins. Hreindýr flög með mýflugi til Reykjavíkur frá Berufirði á 200 ára afmælishátíð Reykjavíkurborgar og það var fjarri því að hreindýrið útbíaði flugvélina. Þessi dýr heita jú hreindýr. Örn hitti 2 sjónvarpshrafna á dagskrárfundi á Kjalarnesi rétt fyrir leiðtogafundinn. Örn vildi ekkert láta upp fundinn sem fór út þúfu eins og sjá má. Fágætur gestur, blöðruselur Gorban að nafni, strandaði á leið til fundar Reagans og Gorbachevs. Gorban var eini gesturinn sem ætlaði á fundinn sem var skotinn. Þegar vetur gekk í garð átti margur Þröstur erfitt uppdráttar en þegar rætt var við Þröst og spurt hvað hann vildi þá sagði hann pilsu með steiktum lauk. Uppkomst sérstætt sakamál í febrúar þegar ungur maður, fyrrverandi bílstjóri hjá Mjólkursamsölunni í Reykjavík, viðurkenndi að hafa stolið mjólkurvörum frá fyrirtækinu og selt þær í verslanir í Reykjavík og nágrenni. Fljótlega kom í ljós að fleiri starfsmenn og fyrrverandi starfsmenn voru viðriðnir málið. Nokkrum dögum síðar játuðu 16 menn að hafa stolið mjólkurvörum og selt þær í verslanir fyrir helming heildsöluverðs.
Kaupmenn og starfsmenn 24 verslana á höfuðborgarsvæðinu voru yfirheyrðir vegna málsins og í ágúst gaf ríkissaksóknari út ákærur á hendur 5 starfsmönnum samsölunar og 8 kaupmönnum vegna þessa máls. Nemendur í grunnskólum á nokkrum stöðum á landinu fengu óvænt frí í febrúar. Eftir að Kennarasamband Íslands boðaði röskun á skólastarfi féllist fjármálaráðherra ekki á að greiða grunnskólakennurum í Kennarasambandi Íslands þann 5% mun sem þá var á launum þeirra og félagsmanna hins íslenska kennarafélags. Aðgerðir þessar fjöruð út eftir að launamunur þessi var leiðréttur og fjármálaráðherra ákvað að viðurkenna bandalag kennarafélaga sem heildarsamtök og samningsaðila kaup og kjör kennara. En víkjum þá sögunni suður á Miðjarðarhafi. Aðfaranótt 15. apríl gerðu Bandaríkjamenn loftárásir á Líbíu. 10 manna létu þar lífið og 100 slösuðust, flestir óbreyttir borgarar. Gaddafi, leiðtogi landsins, slapp naumlega en fósturdóttir hans beið bana og eiginkona hans og 2 synir meiddust. Bandaríkjastjórn sagði árásina til þess ætlaða að binda enda á hryðjuverkastarfsemi Gaddafis og kvaðst hafa sannanir fyrir því að hann hefði staðið að baki mörgum illvirkjum sem hefðu ekki hvað síst orðið bandarískum borgurum að fjörtjóni. Lengi hefur verið kali milli stjórna Bandaríkjana og Líbíu. Meðal annars deila þær Sirtuflóa sem Bandaríkjamenn telja alþjóðlega siglingaleið en Líbíumenn segja lúta sinni lögsögu. Meðan ástóð flotaæfingum Bandaríkjamanna þar í mars söktu þeir 3 líbískum varbátum til að hefna fyrir áreitni líbískra flugvéla. Og hnútukastið varð æharðara á árinu. Reagan talaði Gaddafi sem óðan hund og boðaði frekari loftárásir á Líbíu ef hann léti verða af hótunum sínum áframhaldandi árásir á bandaríska hagsmuni. Gaddafi sagði Reagan hins vegar ekki hafa vit til að stjórna stórveldi. Evrópuþjóðir höfðu af þessu beygð, óttuðust að árásir Líbíumanna myndi bitna á sér. Þær reyndu því að stilla til friðar og höfnuðu tilmælum Bandaríkjamanna viðskiptabann á Líbíu. Í október upplýstu bandarískir fjölmiðlar að stjórn Reagans hefði haldið uppi tilbúinni ófrægingarherferð gegn Gaddafi. Þær uppljóstranir urðu til þess að talsmaður bandaríska utanríkisráðuneytisins Bernard Kalb sagði af sér. So you face a choice as an American, as a spokesman, as a journalist, whether to allow oneself to be absorbed in the ranks of silence, whether to vanish into unopposed acquiescence, or to enter a modest descent. Íslendingar tóku í fyrsta skipti þátt í söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva sem fór fram í Björgvin í Noregi 3. maí. Eftir að lag Magnúsar Eiríkssonar Gleðibankinn hafði verið valið af 5 manna dómnefnd var söngkópurinn Æsi myndaður með þeim Pálma Gunnarsinni, Helgu Möller og Eiríki Haugsinni innanborðs. Þegar myndbandið við keppnislaginu hafði verið sýnt í Evrópu þóttu möguleikar Íslendinga verulegir á því að ná langt í keppninni. Myndbandið hlaut svo góða dóma að helstu veðmangarar í Lundúnum hikuðu ekki við að slá því fram að Gleðibankinn yrði í 1. til 5. sæti. Síðustu dagana fyrir keppnina gekk sá orðrómur í Björgvin að Suður-Evrópu þjóðirnar hefði hótað því að hætta þáttöku ef lag frá Skandinavíu myndi vinna eina ferðin enn. Æsi-hópurinn hlaut 19 stig í keppninni og hafnaði í 16. sæti en sigurvegarinn varð 14 ára stúlka frá Belgíu, Sandra Kim, með lagið Sjömlái. Þú skalt syngja lítið lag lífsgleðina sjálfa í brjósti þér. Baráttan gegn vímuefnum setti svip á maímánuð. Lions-hreyfingin á Norðurlöndum sameinaðist að gera fyrsta laugardag í maí ár hvert að sérstökum norrænum baráttudegi gegn vímuefnum. Þess vegna efndu íslenskir Lionsmenn til dagskrár í Reykjavík og víðar undir kjörorðunum vímulaus æska. Svipað leyti var í beinni útsendingu hér í sjónvarpinu þáttur undir þessum sömu kjörorðum. Að honum stóðu auk sjónvarpsins ýmis félagasamtök sem sameinuðust að stofna landssamtök foreldra fyrir vímulausa æsku. Í þessum þætti var athyglinni beint að þeirri hættu sem ungmennum stafar af vímuefnum. Þar komu meðal annarra fram unglingar sem lent höfðu í vítahring vímuefnanna. Ég vissi það að ég gat ekki verið, myndi ekki ná tvítugsaldrinum með þessu áframhaldi. Að það koma þær stundir þegar maður er búin að reyna allt til að hjálpa barninu. Að maður þarf jafnvel að hata það og óska þess að það myndi deyja, svo að þessari áþján muni ljúka. Meðan á þættunum stóð gafst fólki kostur á að hringja og láta skrá sig í þessi nýju landssamtök. Og þau fóru sannarlega vel af stað því að þegar í upphafi létu þúsundir manna skrá sig.
Mesta slys í sögu kjarnorkuknúinna raforkuvera varð síðla í apríl austur í Sovétríkjunum. Það voru Svíar sem fyrst urðu varir afleiðinga slissins skyndilega mældist mjög aukin geislavirkni í loftinu. Fljótlega bárust böndin að Sovétríkjunum þrátt fyrir að því væri í fyrstu neitað í Moskvu að nokkuð hefði gerst. En svo viðurkenndu Sovétmenn að eitthvað hefði farið úrskeiðis í Tjernobyl nærri Kyiv og Sovétmenn segja nú að 28 manns hafi látist vegna afleiðinga geislunar og í brunanum sem varð í kjarnakljúf nr. 4. Orsakir slissins voru að starfsmenninu að óleyfilegum tilraunum og aftengdu allan sjálfvirkan viðvörunar og stöðvunarbúnað og mistu svo stjórn á kjarnakljúfnum með þeim afleiðingum að eldur varð laus og mikið magn geislavirkra efna slapp út í andrúmsloftið. Þess var vart víða í Vestur-Evrópu, mest og í Skandinavíu þar sem meðal annars var að banna neyslu fisks úr þúsundum stöðuvatna og í ljós kom að stór hluti hreindýrastofns sama var svo mengaður geislavirku cesium að kjötið var ónýtt. Undir árslok tilkynntu sovjersk yfirvöld að búið væri að grafa kjarnakljúf 4 í Tjernobyl undir 300.000 rúmmetra af steinsteypu og engin geislavirkni slippi lengur út og mögulega yrði einhverjum þeirra 130.000 sem voru fluttir á brott lyftast nú aftur heim næsta vor. Bæjar- og sveitarstjórnarkosningar fóru fram í lok maí. Þar urðu ýmiss konar sviptingar sem tengdust mönnum og málefnum á hverjum stað. Eins og venjulega beindist athygli manna mjög að kosningunum í Reykjavík og persóna Davíðs Oddssonar borgarstjóra var miðlæg í allri kosningabaráttunni. Það var því ekki síður persónulegu sigur hans þegar Sjálfstæðisflokkurinn vann mikinn kosningasigur í Reykjavík. Við höfum gagnrýnt núverandi borgarstjórnarmeirihluta fyrir flokksræði. Já, ég vil auðvitað byrja á því að óska Sjálfstæðisflokknum til hamingju með að hafa fundið Davíð Oddsson. Þetta er fyrsta skipti sem hann sést í þessari kosningabaráttu fyrir utan auðvitað í myndasíðum Morgunblaðsins. Ég held satt að segja að hann var eiginlega týndur austur við Ölfusvatn. Og ég tel að borgarstjóri hafi alls ekki staðið við það lofur sem hann gaf þegar hann settist í stólinn að vera borgarstjóri allra Reykvíkinga. Hann er bara borgarstjóri Sjálfstæðisflokksins. Nú, einnig vil ég bara sýna hvernig Sjálfstæðisflokkurinn lítur á okkur minnihlutarhópana eins og kom fram á DV-fundinum að vilja ekki mæta þar. Ég hef nú vissu gaman af því að ég skulle vera sameiningatákn þessar ólíku flokka og það sé það eina sem að stjórnandi getur ímyndað sér í upphafi að þau séu sammála um. Hvað eru þið eiginlega að slá ykkur upp með þessu? Sjálfstæðisflokkurinn og Alþýðubandalagið, þeir eru mjög líkir, þú og hann Davíð. Það er varla hægt að sjá sjónamun á okkur. Óperuflutningur eflist nú og dafnar hér á landi með hverju árinu. Á þessu ári flutti Þjóðleikhúsið Grímudansleik og Tosku. Íslenska óperan flutti Il Trovatore sem sýnd var í beinni útsendingu hér í sjónvarpinu og æfir nú Aídu sem frumflutt verður eftir áramótin. Þó risið hafið ef til vill verið lágt á Arnarflugi í upphafi þessa árs urðu stakkaskipti á rekstri þess þegar líða tók á. Hluthafafundur samþykkti hækkun hlutafjár og fámennur hópur manna gerði tilboð til stjórnar félagsins með ákveðnum skilyrðum. Í byrjun maí samþykkti Alþingi að veita Arnarflugi ríkisábyrgð fyrir erlendu láni sem næmi alltaf $2,5 milljón. 2 mánuðum síðar var kosin ný stjórn á aðalfundi félagsins. Hlutaféð hafði þá verið aukið 95 milljónir en það gamla lækkað í 10% af nafnverði. Nýja hlutaféð keyptu aðilar sem ekki höfðu áður átt í félaginu. Sá sem hvað mesta athygli vakti var Helgi Þór Jónsson, hótelegandi í Hveragerði sem keypti hlut flugleiða. Þegar að þessir hópur standi við bakið af Arnarflugi þá mun það ganga og verð síðan það seinna meira þetta verður ekki fyrirtæki. Nú svo var það eitt laugardagskvöld í lok júní að allt tiltækt slökkvilið í Reykjavík barðist við eld sem kom upp í gamla iðnskólanum við Tjörnina. Þó upphaflega legði aðeins sakleysislegan reyk af turni hússins breyttist eldurinn skjótt út og menn óttuðust að gamla húsið yrði logunum algjörlega að bráð. En betur fór en á horfðist, eldurinn sem átti upptök sín í gömlum radíófóni í húsinu olli að vísu tjóni sem ekki varð metið til fjár. En menn brugðust skjótt við og á undraskömmum tíma var gamli turninn endurbyggður og skartaði sínu fegusta á afmæli Reykjavíkur.